Hvað þú fá þetta tap hérna hlýtur að svíða? Mjög svekkjandi og fyrir mig bara ósanngjarnt. Ég held að við áttum ekki skilið að tapa leikinn í dag eftir að skila allt á vellunum og vera mjög flottir í leiknum, svona meira hluta leiknum. Sýndum mikið karakter að móti liði eins og Víking, yfirleitt þegar þeir komast yfir í leiki, þá eru þeir að klára sína leiki og við erum að snúa leikinn alveg og hafa hann í okkar hendum og hafa tækifæri til að skora þriðja mark, bæði í stöðunni 2-1 fyrir okkur og líka í stöðunni 2-2, Tryggvi 1-1 á móti markmönnum og kannski svona að fá þennan sigur sem við áttum bara skilið með miðað við frammistöðu, miðað við karakter sem við sýndum í leiknum, en að blása móti okkur síðan ég kom og mikið mótlæti sem við erum að fara í gegn og það blása bara enn meira í kvöld, en við sýndum aftur mikið karakter og fyrir mig tratt fyrir tap, það var bara stolt með mitt lið og við haldum áfram. Einmitt margt gott hægt að taka út úr þessu leik eins og þú segir, þrátt fyrir tapið. Já, margt gott og við erum að sýna undanfarnum leikjum að það býr svaka karakter í liðinu og við erum að gera þetta og standa saman í gegnum svona erfiðum tíma og erfiðum svona mótlæti, bæði með meiðsli og annað og við ætlum að halda áfram alveg fram á enda, fram á síðustu stundi og tryggja okkur Evrópukeppni, alveg hreint mál. Þið eru í harðri baráttu Evrópusæti, svona hvernig metur þessa baráttu? Já, ég meina við ætlum aldrei að hætta, það er bara núna að sleikja sárin á morgun og halda áfram. Við höfum alveg viku til að undirbúa næsta leika á móti Breiðablik og eins og ég sagði, við ætlum að berjast fram á enda til að tryggja sæti sem klúbburinn vilja vera í og það er bara Evrópukeppni. Það er mikið af meiðslum í liði Vals, Ögmundur meiddist í uppbytun í dag, Gylfi ekki með, Hólmar, svo örugglega fleiri, Bjarni Mark, svona hver er staðan á þeim? Það er bara stór listi og þessi listi er búinn að vera stór síðan ég kemur inn og en eins og segir áðan að bara býr svakalit í liðinu og ég er ekkert þannig gerður að tala þetta. Við sýndum í dag, sýndum í síðustum leikjum að við tjapum bara okkur saman, jafnvel að vanta menn og hefur áhrif, að sjálfsög hefur áhrif að hvernig þú vilja undirbúa leiki, hvernig þú vilja fara inn, en stoltur með mitt lið í dag og þetta svona segir mér að eins og sagði áðan, við ætlum bara að berjast alveg fram á enda og tryggja okkur þessu Evrópusæti. Meiðslin á Gylfa, er þetta bakmeiðsli? Já, ég meina hann átti að byrja leikinn og er búinn að æfa bara án neina vesinn, en vaknaði í morgun með eitthvað sting í bakki og því miður var ekki klára að hjálpa liðinu í dag, en hann er búinn að vera stórkostlegur og ég vona að hann verður bara góður í vikunni og getur bara vera klár í næsta leik. Meiðslin líka með Ögmund, eru þau alvarleg? Nei, ég veit ekki alveg sko, það var svona loku uppbytun þegar hann kom til mín og sagði að hann finnur svolítið í nárunum og var ekki klár í leikinn, en Freddi bara kom inn og bara stóð sér vel, tratt fyrir að fá marki á sig og við erum með frábæra markmenn, þannig það var engin vesinn okkur meðan að Ögmundur fór út. Takk hérlega. Takk fyrir.